Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í ferðin okkar sem að við vitum ekki hvernig muni líta út fyrir öll er. Við erum áfram að díla við Guðs orð og okkur fer það vel úr hendi að gera það, þannig að við erum ekkert að breyta neitt til í þeim málum. Þetta er svo sem það sem við eigum að gera. Guðs orð er eitthvað sem ég og þú þurfum og sumir svo sem meðtaka þetta en aðrir kannski síður. Þannig hefur þetta alltaf verið og þannig verður þetta áfram. Eins og orðið segir, ekki trúin allra. En hún er þín og hún er mín og hún er okkar. Hún verður áfram þar sem hún er í okkar hjörtum. Hvað aðrir gera, svo sem það er ekki mitt eða þitt vandamál. Heldur þar hver og einn að taka afstöðu með orðinu. Það er svona hinn hliðin og trúnni og allir sem að vita hvað trú snýst gera. En hvernig sem allt er og hvernig sem okkur finnst eitt og annað, að ef engi talar trú, þá hefur hún eiginlega ekkert fóður til að lifa. En þarna þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur því að Drottinn veit hvernig hann á að gera þetta og hann þekkir hvað við í raun og veru erum að leitast eftir og að þenni kærleiksríkur Guð sem elskar að þá líka sinnir hann þessum málum og gerir það með sæmd og með stæl. Þetta er svo Guð sem að ég þekki, kannast við og hefur gengið með í allmörg áratugi reyndar og er ekkert að veiklast neitt í því. Þetta er bara hlutskipti mitt og verður og með ég dreg hér andan. Og auðvitað vill ég að þú gangir með mér þessa ferð og þessa leiðin, það er ekkert í mínu verkaringa eiga neitt til það því að hvorki gef ég trú né er Guð. Guð gefur trú af því að hann er Guð. Þannig að við ruglum þessu ekkert saman. Engin maður sem sagt er Guð. En stundum hefur það nú verið að menn hafa verið settir í Guð stað sem er allt annað mál. Það er verk fólks sem að vil geta þreifað á sínum Guð. En veit ekki að það getur þreifað á sínum Guð með sinni trú. En þó ekki eins og ég þreifa á þér. Það verður aldrei þannig. En samt getum við þreifað á honum, við getum séð hann, við getum heyrt í honum, við getum fundið kærleikans til okkar, en það er allt svona innra með okkur, ekki í neinu svona sýnilegu formi. Og af því að þetta er allt svona með þessum hætti, að þá í raun og veru veit enginn hvenær Guð er að verki nema þú veit. Og hér erum við komin á stað vitnisburðarins sem talar allt þetta til okkar og hvetur okkur til að segja öðrum frá því að vitnisburðurinn er til að blessa og gleðja annað fólk og það hann er mjög trúar aukandi, vitnisburðurinn. Auðvitað sannur. Þannig að þetta er það sem er ávinningurinn af því að þekkja Guð. Að við þekkjum hann og föttum æ betur hvernig hann vinnur og virkar og förum að skilja það líka æ betur að það er best að hlýða honum. Við erum ekkert með einhverjar eigin skoðanir á þessu hinnu, heldur hlýðum við honum að því sem að honum snýr. Við getum verið með alls konar skoðanir og höfum áfram fullt af skoðunum, en það sem að Guði snýr, þar er það bara Biblían, orð Guðs og trúin mín sem á að hafa allan forgang. Hefur hún það? Í mínu tilviki, já, ég get ekki svara nema fyrir mig, hún hefur haft það í mínu tilviki. Ég hef nú þraukað þetta í öll þessi ár vegna þess að trúin hefur fengið að vaksa. Og líka þess vegna gerir maður það sem maður gerir, að maður vill
trú annars fólk vaxi líka. Ef að mín trú getur vaxið, þá getur þín trú líka vaxið. En hún þarf þá að fá efni til sín, fóður til sín sem hún vex af. Og hvar fæst þetta efni, þessi matur? Í til að mynda því sem við erum að gera hér. Við erum að frambera orð Guðs og við erum að frambera uppörun og hvatningu til annarra mann og kvenna sem að fá til sín einhvað sem að kannski þeim skorti þann dag, þann dag, þennan dag. Guð er nefnilega Guð dagsins og hann er að sinna mér og þér í þessum degi að því það vill hann gera. Það er honum ætlað að gera. En ert þú móttækileg og móttækilegu fyrir því sem að drottin er að tala, það veit ég ekkert um. En ég hveti þetta til þess að vera það, því að það væri þín blessun í þessum degi. Og við höfum að keppa eftir blessuninni meira heldur en blessuninni minna. En við getum gert bæði. Því að þessi dagur er ekkert öðrum dögum að ég vel á honum. Og ég valdi Guð, ég valdi drottin og hef sinnt þessu verki vikulega. Og hér er ég enn. Hvenær þetta hættir, ég bara hef ekki hugmyndu það, ég er ekkert að biðja að hætta neitt. Ég held að haldi bara áfram. Svo lengi sem ég lifi, segi ég nú bara. Hvað lifi ég lengi enn? Ég veit það ekki. Drottin veit það. Ég hef ekki hugmyndu það, þarf ekki að vita það. En það sem ég geri er að bara skila þessum degi af mér eins og sæmir lifandi drottni. Og þá þarf ég trú til þess að svo geti orðið. Það er eini möguleiki sem ég hef, það er að leyfa bara Guði að vera Guð í mínu lífi. Og ef ég ætla að vera þetta sem ég er, þá er ég líka hlýðinn honum. Ég geri það sem hann er að boða og bjóða. Og hef engar skoðanir á því þannig séð og hef lært í gegnum tíðina eftir áratugina að það er blessuna því að gera það sem Guð er að segja. Og það er magnað að þjóna honum og svo fyrir utan það, þá þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu, ekki neinar. Hann er með það sem þarf í verkið og hann vil sjá áfram að þú hafir það í verkið sem þarf, séðatæki, mun að koma með það og séða orð, að þá mun að líka skaffa þau. Takk eftir því, þú loka hringnum með raun og veru með Guði. Öllum hringnum. En eftir stendur ég, sem þarf að eiga til þessa hlýðinni. Og hlýðinni kemur að því að ég á trú. Þannig við sjáum og undirstrykum enn og aftur hversu mjög trúin er nauðsynleg í öllu sem við erum að gera. Ef ég á ekki til trú, þá er alveg ljóst að trúin er ekkert neitt að sækjast eftir því að ég hlýði henni. Ég veit ekki hver hún er. En eftir að trúin er komin, og hún blessunarlega kom, að þá vil ég nú heldur hlýða henni, heldur en einhverju öðru. Og það hafa til þess að veri mín gæfuspor, ég veit ekki með þín, en það hafa verið mín gæfuspor. Ég sé ekki annað að það veri versta heimska að fara eitthvað að snúa því við, reyna að fá eitthvað aðra niðurstöðu út úr augljósu dæmi. Ég held maður sé nú dáin öllu svoleiðis. Og það er ábyggilega mjög notalegt og þægilegt og gott fyrir mann sem að deyr þessum hégóma sem að við erum uppfull af og höldum áfram að fyllast betur af. Þangað til trúin kemur og þá tappar hún þessu öllu af okkur. Og við verðum bara aftur manneskjur sem að bara hrópum til Guðs eftir leiðsögn hans, styrk og kærleika að við sjáum, finnum og föttum að það þurfum við að gera. Þegar drottin er allt í öllu. Ég er í sumu en drottin er allt í öllu. Eins og ég var að segja áðan að þá setur hann þið fram í verk. Og þannig er nú líka með verk, hvað sem verkið er, að það þarftu einhvað í það. Tæki eða hvernig sem það er, þú þarft eitthvað í það. Og þú munt fá þetta þegar drottin sér að það ætlar að verða eitthvað úr þessu hjá þér. Með öðrum orðum, hann horfir á trúfesti þína
og sér að þú bara byrjaðir með það sem þú hafðir, það er að byrja að vera trúr í smáu. Og að því að þú ert trúr í smáu og þá getur hann sett upp í hendurnar á þér annað og betra og þú heldur áfram sem þú byrjaðir með þetta smáa. Þannig að það breytist ekki neitt, en þetta er orðið svona, já, þetta er orðið betri græjur sem þú ert að nota í dag. Það kom bara að því af trúfesti þinni og þetta trúfesti Guð sem segist skaffa. Þetta er eitt af því sem ég hef reynt í gegnum mína trúagöngu að hann hefur skaffað. Þannig að ég hef allt sem ég þarf að hafa. Og tæki og annað sem við notum, þau ganga úr sér, það er nú bara þannig. En Drottinn endurnýjar þau öll saman. Og það hef ég líka reynt. Og ég velti fyrir mér, því að ég er náttúrulega ekkert mjög ríkur maður. Þó ég lifi allsnægtir sem er annar mál. En samt fekk ég þetta, gat ég endurnýjað þetta. Og er komið bara með sama og ég var með og nema bara nýjar vélar og betri vélar eða bara já eins góðar og þær eru í dag, ég er með þær hjá mér. Og svo framvegis og framvegis. Og allt vegna þess að eitt sinn var maður trúr í smáu. Og ég þraukaði í þessu smáa. Var mín að vinnu. Þessa smáu vinnu, kannski sem ykkur fannst og kannski fannst mér það sjálfur. En maður lítur ekki þannig á þetta í dag. Maður lítur á þetta sem vilja Guðs og þarft verk sem er að blessa marga. Og ég hugsa stundu til þeirra orða þegar ég var að byrja með þetta fyrir 20 árum, 20 árum, 21-22 árum. Og þá sagði Drottinn mér það, hann sagði mér strax hvernig ég ætti að gera þetta og ég er ennþá á þeim stað, að hann sagði að áhorfið væri ekki mikið. Það benti mér nú bara á það áður en ég gerði nokkuð annað. En áhrifin þeim meiri. Og áhorfið hefur ekkert verið neitt sérstaklega mikið, en maður finnur svona áhrifin af þessu víða. Alveg eins og Drottinn sagði. Þannig hann veit alveg hvað hann segir, og hann veit líka alveg hverjir horfa og hvað hann getur meira gert við þá sem eru að horfa og meðtaka, því að þetta er auðvitað bara trúarlegt kristilegt efni sem mörgum finnst bara hreint prýðilegt efni. En það er svo sem að þakka sjálfum sér ekkert það. Ég bara geng fram í mínni trú og Drottinn er hér að nota þennan einstakling. Annan heiður svo sem af þessu hef ég ekki nema að ég sem sagt mæti. Ég mæti í vinnuna mína. Kannski er það þakkarefni, ég veit það ekki. Er það ekki bara miklu freka vegna þess að maður vill þetta sjálfur? Ég held það. Þannig notar Drottinn veiklunda menn og finnur þó út sem að hann sér að ætlar að standast, hann byggir utan þetta fólk. Þannig að þessi stuttu sprettir sem að menn eru í, gera þetta og gera hitt og svo byrjar einhvað. En svo eftir 1-2 ára þá er þetta bara, vindurreitt sem leikur þetta starf. Það er allt farið. En byrjaði vel og engin spurning er að það var köllun á þessu fólki. Það fer enginn í svona nema köllun. En Drottinn vill meira, hann vill úthaldið. Köllun, það er allir kallaði til einhverja verka, en höfum við úthald. Það er spurningi sem eftir stendur og þess vegna byrja menn á litlu, því að Drottinn vill sjá, er til einhvers að vera að byggja eitthvað meira utan þetta. Og það er kannski, hann gefur þessu kannski lengri tíma en viku, hann gæti gefið þessu 2-3 ár og eftir 3 ár og þú ert ennþá við þetta smáa og við þar allstaði sem þú varst með, kannski lélegar græjur og allt það og þú ert að gera, heldur áfram að búa til það sem þú hefur alltaf verið að búa til
og þá fer hann af stað, fer að láta þið fá meira, aura til þess að kaupa og svo framvegis og framvegis. Það gerðist í mínu tilviki. Ég hef oft talað um það að fyrstu myndar, ég átti nú engar vídeóvélar eða kvikmyndatökuvélar á þeim tíma þegar við vorum að byrja með þetta, en það voru menn í kringum mig sem voru með einhverja vélar og ég fekk lánaða hjá frænda mínu sem átti einhverja svona gamla stóra vél með stóri spólu og við vorum að nota hana annars lagið og svo var það einn kunningi okkar sem var með gamla vél sem hann var ekkert að nota og ég fekk að hafa hana og notaði hana svolítið, þannig byrjuði. Og nú er þetta komið upp í þetta sem það er í dag. Hágæðavél sem við erum að dæla út á netið. Og það er mestu munur. Og við erum konir með all hljóð og mynd og þetta er allt saman í topplægi og toppgæðum. Þau verða ekkert betri neitt endilega hjá öðrum. En það skiptir engu máli hvernig sem þetta er. Aðalatriðið er að við séum að nota verkefnið í það sem að Drottinn setti fram. Og ég er alveg viss hvað hann vill fyrir mína parta og ég rekna með því að þú sért líka viss fyrir þína parta, en það er alltaf spurningin hvort við séum við þetta. Núna, ég er að tala um það núna, mér var það ekkert hvað var fyrir 10 árum eða 15. Erum við þetta núna? Akkur núna? Guð er núna. Hér og nú. Og hvað meira? Að gera samáð og var á meðan að þú varst í þínum eldi við þetta. Að fóðra fólk, næra fólk á sínu orði. Það hefur ekkert breyst. Þú veist, að jörðin er full af fólki. Alveg svo var fyrir 10 árum eða 20. Og þetta fólk, Drottinn er að fóðra þetta fólk því hann á í hverjum degi fullt af fólki sem hann er að næra og setja fram orð fyrir. Og við vitum alveg hvernig hann setur fram sitt orð. Hann nota mann eins og mig og eins og þig. Hann gerir þetta ekkert öðruvísi. En núna er ekki kallinn á kassanum. Hann er farinn af kassanum, það er búið að fjarlægja kassan. En kallinn á kassanum er samt til. Hann fór aldrei neitt. Hann er til að mynda hér, gæti verið hér. Við þær aðstæður sem að núna eru. Akkur var kallinn á kassanum. Og hvar var þessi kall á kassa? Þar sem fólkið var. Það var til séðs hérna á árum áður að menn fóru að bæ á sunnudum, upp á klæddir. Og hvert fóru þeir? Til einhverja svæða þar sem að bæjarbúar vissu að aðrir kæmu á líka. Og á þessum svæðum var oft svona einhverja uppákomur. Þannig Reykjavík, Austurvelli og það er eitthvað stær, ég man ekki alveg hvað þetta var. Það voru til að mynda Hjálpræðisherinn. Og Hjálpræðisherinn hefur alltaf sungið mikið. Og þeir fóru, eða konurna voru ekki mest, bæði kallar og konur og voru bara, og þeir spiluðu og sungu þar. Og það er til myndir af heilum hellinga af fólki í kringu þetta fólk að hlusta. Akkur. Þetta var afþrýingin þá. Og það er líka til myndir af þessum ágæta kalli af kassa og líka til myndir af sem fullt af fólki var í kringum hann. Akkur. Sama. Þetta var aðeins svona uppbrot á deginum. Þetta var vettvangur þá. En það þýðir ekkert að gera þetta í dag. Og ég held við áttum okkur alveg á því af hverju. Af því það er svo mikill erill á fólki að það má ekki vera að því að stoppa. Þannig þetta er ekki trúboð dagsins, þannig kannski er að draumurinn okkar að þetta verði aftur, en sumt kæru vinni er bara búið. Við vitum alveg hvernig þetta er í dag. Við vitum að fólkið, obbi manna og kvenna, er með tölvurnar sína, er með snjallsímana sín og allt þetta. Þá má eiginlega segja að snjallsíminn, hann hafi eiginlega gleypt tölvuna í raun og veru. Því að þú ert í snjallsímanu þínum og þar ertu með allt
sem að talvan gerði áður. Þar getur þú farið og flakkað netheima og þar getur þú hort á vídeo og hljóðfæla og ég veit ekki hvað og hvað. Og þarna er fólk. Þannig að kallinn á kassanum, hann færði sig á bak við myndavélina, segi ég. Eða bak við hljóðnemann í dag. Það er engin staður fyrir hann lengur nema þar, af því að fólkið er á þeim velli. Þessum útvarps- og sjónvarpsvelli og myndavelli. Hann er þar. Ekki á vellinum við Austurstræti eða í Hafnarfirði eða hvað sem þetta var. Þannig að við verðum að gjöra svo vel, þótt við vildum hitt, vera þar sem að Drottinn er, því hann sækir fólk. Þannig að við getum ekki verið aftur í grárri forneskju hvað boðunina varðar, en það erum við það ekki ef við bara hlustum á Guð. Og áttum okkur á því að sumt sem var í Jesú nafni er ekki lengur. En það breytir ekki því að Drottinn er á fullu við allt sem hann var á fullu við. Hann er alveg tilbúin til að breyta stíl, því hann er ekkert að pæla neitt í þannig þessum breytingum sem við fáum til okkar og erum undir og yfir og ofan í. Hann er að horfa á hjarta mitt, hjarta þitt. Hann veit að orð Guðs í hjarta mínu hefur alltaf virkað eins. Þannig við sjáum að þetta snýst alltaf hjá honum það að orðið fáið að vera þessi næring sem að orðinu er ætlað að vera. Og þess vegna líka erum við að gera það sem við erum að gera, sem trúa fólk. Þess vegna veiklustu við ekkert í því að gera það sem að Drottinn kallar okkur til, að því að annað í raun og veru er ekki að ræða. Ég held að það sé nú líklega þyngsta þrautin af öllum þungum þrautum, það er að reyna að skjóta sér undan köllun sinni. Ég held að það sé ekki neitt léttur leikur, ég þekki það reyndar ekki því ég hef aldrei verið neitt að reyna að skjóta mér undan henni sem slíkri. Þó maður hafi kannski verið að reyna að gera ýmislegt, þá hefur maður nú ekki verið neitt að reyna það svo mjög. En það gerir ég mér alveg fullkomlega grein fyrir því að það sem Drottinn setur í hjarta, að það setur hann það bara einu sinni og það bara er þar. En svo uppáleggur á mér sjálfum að velja þetta fyrir mig. Af hverju? Þó ég sé kristinn maður, þó ég sé gefinn Guði, þá hef ég þennan valmöguleika að velja í raun og veru hvað sem ég vill sjálfur. Og þetta er eitt af því sem maður hefur uppgötað á trúargöngunni að þér. Og ég, ykkur að segja, er mjög þakklátur fyrir þetta frelsi sem maður hefur. Það eru engar bindingar niður fjötrar í Guði. Allt sem þú gerir í Jesú nafni gerir að fúsum og frjálsum vilja og með þeim hætti verður þetta áfram og alltaf. Þannig að menn, ef fólk sem að tala um það að þetta séu tómir fjötrar í Guði, ég segi það að þetta fólk það veit ekki hausnisborð á þessum Guði. Er því að tala einhvað sem það hefur ekkert vit á og það er eðlilegt. Gjöfin er frá himnum og Drottinn gefur hverju sem maður vill þessa gjöf. Akkur allir fá það ekki, veit ég ekki, en ég veit bara að hann velur úr. Og ég ætla ekki að dirfast að vera með neina skoðanir á því. Akkur á valdan mig, hef ekki hugmyndu það. Eina sem ég veit er að hann valdi mig og gaf mér köllun. Og hér er hún birtingamyndin af henni. Hvaða birtingamynd hefur þín köllun? Hefur verið að sinninni? Er hún blessun fyrir mann og konu? Hún er ekki blessun nema þú vinnir þetta verk sem að fylgir kölluninni. Það er nú einn hvatningin sem að svona ræða á að geta gefið, að við sinnum því sem Drottinn hefur lagt upp í hendurnar á okkur. Þá líka fara sigrar að vinnast, en ekki fyrr. En þá fara þeir að vinnast, því að Drottinn sigra.
Þannig að við sjáum að verklausmaður er ekki eiginlega í raun og veru ekki gjaldgengur á akri Guðs. Ef hann er verklaus, þá í raun og veru hefur hann sett sig sjálfur út af þessum akri sem starfsvettvang fyrir sig. Og við sjáum alveg í hendi okkar að tapið af slíkri ákvörðun er mikil. Fyrir þann sem á að vinna verkið, því að þetta er svo mikil blessun í því að fá að vinna og vera það sem maður á að vera. Já, á að vera. Veit ég hver ég á að vera? Já, það er nú svo merkilegt með það að ég veit það. Þetta er nú einmitt svo vettvangur sem að ég á að vera á. Og hef sinnt meira og minna alla mína trúargöngu. Ég er mikið að skrifa, eins og þú veist, og eina tíð þá var ég í kvikmyndum, aðeins í kvikmyndum, og þannig ég var með svona smávegi smjörþefinn af því hvernig maður gerði það þegar maður fór aftur af stað á fullu, og síðan hef ég verið alveg á fullu við það og farin að gera þetta. Ég reyndar ekki, maður náttúrulega framkallaði ekkert sjálfur, en núna eru vélarnar þannig að þær framkalla bara sjálfar. Þannig þetta er orðið svolítið öðruvísi umgjörð sem við erum með upp í hendunum núna en var á þeim dögum. Ef þú ert komin á þann aldur, svipaðum aldri og ég, þá manst þú eftir því að allt var þetta nú í filmum. Svo þú keyptir og tekna filmu og værið að ljósmynd og þá keyptir þú film í hana. Og þú tókst á þína filmu, smeltir af myndum inn á þessa filmu, hverja fyrir sig. Og svo fórstu og léstu framkalla. Og þetta var ferli kannski sem tók því viku að fá tilbaka. Þannig þetta er ekkert eins og í dag, þú bara, þegar þessi þáttur er búinn þá er hann klár til vinnslu. Þú bara ferð með hann þangað sem á að vinna hann og svo kannski klukkutíma seinna þá er hann komin út eins og þú vilt hafa hann. Þannig að þetta er ekki saman að jafna fyrir utan það að þá náttúrulega er kostnaðurinn allur á hrundi hann og alveg gríðarlega. Þú losnaði við filmukaupin, þú losnaði við framköllunarverðið og allt þetta. En svo sem er ekkert af þessu án neins kostnaðar, því að það kostar auðvitað að vera með þessa græjur sem þú þarft í kringu þetta. Við þekkjum það undir nafninu tölvur. Þannig að Drottinn að loka hringnum, hann veit alveg í hvaða tíma við erum að starfa í. Og hann veit að þetta er búnaðurinn sem er verið að nota til að ná til fólks. Hann hlýtur því að loka þessum hring, já, með því sem þarf. Og það er í þessu hring, það er náttúrulega vél, og það er hljóðnemi, og það er þetta og það er hitt, og það er talva og forrit og allt þetta sem þarf. Og hann mun hafa það með. Hann mun sjá það að þú fáir þetta allt. Og þú mun læra á þetta. Sumir taka námskeið sem ég mæli með að menn geri. En ég fór hina leiðina og lærði þetta mest allt bara sjálfu mér. Það er góður lærdómur allt saman það, en svo lítið að finna upp hjólið. Og þannig að maður getur alveg farið aðra leið í þessu, en ég gerði það ekki, og sé svo sem ekkert eftir því. Maður lærði þetta bara, já, með hjálp góðra vina og af því sem ég var að reyna. Þannig lærði maður nú á þetta og telur sér nú færan í dag í þessum verkefnum. Það er bara vegna þess að maður er við þetta. Og maður er raun og veru ennþá að læra alveg helling í hvers skipti sem maður tekur að sér svona verkefni. En það breytir ekki því að hér er ég og við til þess að heyra Guðs orð. Og Guðs orð er ekkert að heyrast í fyrsta skipti hér og nú. Það er búið að ganga með fólki frá dögum Móse og kristindómurinn frá dögum Krists. Þegar kirkjan var stofnuð í loftstofunni og byrjaði þannig að öllum sem þar voru inni
var gefin heilagur andi. 140-50 manns sem fylltist heilagum anda í einu vettvangi og það sama í dag. Þú getur ekki verið kristin maður eða kona nema hafa áður fyllst heilagum anda. Þessi skil eru enn til staðar. Og þetta vita margir, kannski skilja þetta ekki allir. Gjöfin sem kom á hvítasunnudag ennþá verið að gefa. Mér var gefin hún 1989, kannski var þér gefin þín gjöf í gær. Af hverju? Að því Drottinn ennþá við þetta. Hann ennþá að svipast á jörðinni og leita næstu mannesku sem hann getur gefið þennan anda. Sú sem að fær þennan anda, hún á leiðinni þar með til himins. Þangað til það skeiði var himinin viðkomandi lokaður. Himinin opnaðist þegar andi Guðs kom í og þú vissir og viðurkenndir að vist væri til Jesús, vist væri til Guð. Kannski var þetta fyrsta opinberunin, það var fyrsta opinberunin mín, ég man það. Ég man það eins og gerst það í gær. En það var 1989 og það er 2023 í dag. Þannig að árin eru orðin allmörg. En samt finnst mér það nú hafa gerst í gær. Allt sem er svona rosalega stórt eins og þegar Guð annars vegar, finnst manni svo stórt að maður gleymir því aldrei. Þetta er alltaf ferskt og nýtt fyrir manni. Að því Drottinn í dag ferskur og fallegur. Í dag. Og hann segir, við þurfum að boða orðið. Hann segir, við þurfum að fóðra fólkið með orði mínu, segir hann. Hér einn, en hvað eru við margir í dag að gera sama verk? Milljónir, út allan heim. Við erum að uppörfa, hvetja og fræða, að því okkur uppálagt að gera það. En við erum engan að fræða. Við erum aðeins að gera það sem að Drottinn vill að sé gert. Hann starfar í mér. Og hann starfar í öllum hinum sem eru á þessum vettvangi. Það fær enginn að tala til fólks sinn manna og kvenna Drottinn nema hann sjálfur. Hann í mannesku. Auðvitað er þetta leyndardómur, auðvitað er þetta ekkert endilega auðskilið mál, ég skil það mjög vel. En þegar trúin komin, þá verður þetta ekkert svo flókið. Þú segir, víst er Drottinn allt í öllu. Það er einmitt það sem hann allt í öllu. Og ég veit, þú veist líklega, að hann að nota manneskjur til að boða sjálfa sig. Hvað er þetta hann kærleikur til manna að hann skuli nota þessa aðferð? En jafnvel þetta ágæta fólk sem á þessum velli, hann þarf oft að eiga við hjartað í því til þess að haldi áfram. En Drottinn hefur ráð við öllu og þess vegna erum við enn að. Og það er engin uppgjafa tónn í okkur. Þetta er eitt af því sem við hvetjum. Ekki láta uppgjöfuna koma þér koll. Þú ræður því alveg sjálfur og sjálf hvort að hún komi eða komi ekki. Enginn að þú stýrir og stjórnar því. Og hvað viltu? Já, ef þú átt trú þá veit ég alveg hvað þú vilt. Og þú hefur valið rétt. Leyfðu bara trúnni áfram að starfa eins og hún vill starfa. Og hún vill starfa með þeim hætti að Drottinn verði gjör opinber í hvort sem mér eða þér. Þannig starfa Guð. Hann hefur alltaf starfað svona og hann ekkert að veiklast neitt í sínu starfi og mun aldrei veiklast neitt í sínu starfi. Af því hann þetta. Þess vegna þurfum við sem höfum köllun að leyfa bara köllunin að virka. Hann leggur ekki meira á nokkurn mann en hann þolir. Það hefur mann séð.
og sumir eru iðnari við þetta en aðrir. En hann leggur ekki meira á neitt en hann sér að hann getur borið. Aldrei. Þannig er starfsvettangurinn hjá Guði, hjá Jesú Kristi. Þannig jafnir þar þurfum við ekkert að óttast. Ef við verðum uppgefin og bráð, þá er það vegna þess að við höfum látið einhverja aðrar ytri aðstæður hafa áhrif þau á okkur að við urðum uppgefin og bráð. Að verða uppgefin og bráð er ekkert nema val í raun og veru. Þannig að við þurfum að geta barist gegn. Við berjumst trúarinnar góðu baráttu. Það er vopnið sem við höfum. Og það er eitt af því sem við kennum og við gerum í raun og veru. Að við berjumst trúarinnar góðu baráttu. Og sigurinn er vís. Því að þá erum við ekki að berja sjálf. Þá erum við að leyfa honum sem dó og reisa upp frá dauðum að berjast fyrir okkur. Hann sigraði. Hann verður ekki sigraður aftur. Það kemur ekki til greina. Þannig hann bara gerir það sem að þarf. Hann ryður veginn. Og þú ferð eftir vegi sem hefur hreinsaður. Verði í logninu þannig séð. Og umfram allt verður þetta til þess að þú heldur áfram. Góða verkið fyrir þínar hendur heldur áfram. Er áfram það sem það átti alltaf að vera. Hvað átti það að vera? Leið fyrir Guð til að koma að stað mér og þér. Það var alltaf að hugsa þeirri hugsun. Og þú hefur staðið þig. Þú hefur verið trúfastur í þínu. Og þú hefur séð Guð starfa með þér aftur og aftur. Hann lætur ekki nokkurn mann eiga neina höngu upp á bak sitt. Og við getum líka alveg hagað málum þannig að það eigi engin neina höngu upp á bakið á okkur. Og ég er nokkuð viss að það er vilji Guðs. En ég verð þá að vilja gera þetta svona og vilja þrauka. Drottinn gefur okkur þolinmæði og að þrauka. Þetta er öflug bæn. Við getum beðið þessar bænir og við þurfum að beðið þessar bænir og gera það svolítið að okkar. Það gengur ýmislegt á í okkar ranni og gerist áfram. Ef við höfum leiðina, Drottinn sér að við förum þessar leiði og notum þau vopn og tæki sem við höfum til þess að standa uppréttur sjálfur. Því að þetta stendur og fellur með til að mynda þessum einstaklingi. Köllun hans stendur og fellur með þessum einstaklingi sem er kallaður sinni köllun. Þú átt köllun, en það er ekki sama köllun og mín. Þú verður að standa með henni og leyfa henni að standa með þér. Já, og við vitum alveg að orð Guðs, það heldur utan allt þetta. Því að þetta eru lyklar sem Drottinn þekkir. Og þú eflaust moski veist af, en veist af núna. Þetta eru atriði, gríðarlega mikilvæg atriði, því að þau hjálpa okkur á göngunni. Það er engin spurning að þau hjálpa okkur á göngunni. Hvernig sem allt snýst og fer, að þú gaman að velta orðið Guðs fyrir sér. Og það er ekkert skrítið við það. Þú ert hluti af því sem Drottinn er að gera með beinum hætti. Þannig að þetta er ekkert annað en bara partur af þér að gera þessi guðsverk sem að þú ert kallaður og kölluð til. Það liggur alveg fyrir. Þess vegna getur maður ekkert annað en hvatt sjálfan sig og aðra kallaða menn og konu til dáða. Það er verkefnið. Það er það sem við þurfum. Það er það sem við ættum að vilja. Og ég veit að menn vilja sem á annar borð eru kallaðir til þess að tala með einhverjum hætti orð Guðs. Orðið flutt af vörumanna meira og minna snýst þetta. Ekki gefast upp. Ekki láta deigan síga. Horfðu til Guðs. Vertu í honum. Vertu með honum. Því að þú vilt að hann sé með þér. Ekki? Jú.
við viljum að hann sé með okkur. Og hann snýr ekkit upp á sig og gengur burt. Við getum hins vegar gert það og við höfum kannski oft gert það. En hann gerir það ekki. Og þú horfir tilbaka eftir áratugi og þú sér það að hann stóð alltaf með þér. Það er ekkit upp á hann að klaga. Hversu staðan er í dag, þá var nú aldrei neitt upp á hann að klaga. Af því hann er fullkominn. Hann sagði og þá stendur það þar og þetta er mögnuð setning. Hver maður getur sagt að hann hafi sagt, staðið við það að hann hafi sagt þetta og svo bara séð það þar. Það er alltaf flegi ferð í kringum menn. Skipulag dagsins er orðið úrelt skipulag á morgun og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er það sem að maður er í Jesú nafni. Við segjum þetta gott og Konráð þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.